Father in heaven, I thank you very much for this Sabbath day. Kæri faðir, ég vil þakka þér fyrir þennan hvíldardag. I pray that you will help me to speak and communicate. Hjálpaðu mér að tala og koma á framfæri. I thank you, Father, for the opportunity you give me to be here in front of your people. Ég vil þakka þér fyrir þetta tækifæri sem þú gefur til þess að vera hérna fyrir framan fólkið. Please be with us as we go through your word. Vilt þú vera með okkur sem við förum í gegnum þitt orð? In the name of Jesus Christ. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Okay. There are a couple of Já, næsta. Okay. There are a couple of points. I put everything here, so I will stick to it and have it quick. Já, ég með allt hérna svo ég geti farið vel yfir þetta. And I put all the verses, these are mainly just verses, I put all the verses here in Icelandic so you can go through it. Og hérna verða versin uppi á skjánum á íslenskum. And it says, I saw another angel flying in the midst of heaven, Stendur ég sá annan engil fljúga hákonum himins. having the everlasting gospel. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap. And it's very, we talked a little bit last time, it's very interesting how as soon as he saw the angel, he saw the gospel. Það athyglisvert að leið hann sá engilinn sá hann fagnaðarboðskapinn. There was somehow the angel, as you saw the angel, you could see the gospel. Að þegar hann sá engilinn, að þá sá hann fagnaðarerindið. And then it says that the angel was saying with a great voice, Og engillinn sagði með hárri röddu, not with a low voice, with a small voice, but with a loud voice. ekki með lágri röddu, Fear God, óttist Guð, give glory to him, gefið honum dýrð, for the hour of his judgment has come, því að stund dóms hans komin, and worship him og tilbyðið hann who made the heavens and the earth. sem gjört hefur himinn og jörðina. And we saw about, you remember, when you see this picture, what does it inspire you? Og þegar þið sjáu þessa mynd, hvað hugsið þið? If you're walking in a shopping mall or in downtown and you see a police officer walk by, Ef þið í kannski verslunarmiðstöð eða niður í bæ og sjáu lögreglum að ganga framhjá, what does it inspire you? hvað hugsið eða hvernig tilfinningar fara ykkur? Probably security. Que nos comportemos bien. Yeah, well, yes. Já, við eigum að hafa okkur vel, segir Sonja. But I think there are, if I see a police officer, I actually feel okay. I feel something is taking care of things, somebody is taking care of things around here. Allavega líður mér eins og ég sé öruggur því það einhver sem að passar upp á hlutina hérna. But if I'm doing something that I shouldn't be doing, En ef ég að gera eitthvað sem ég ætti ekki verið að gera, and I see a police officer, or you see a police officer, what's your reaction? og maður sé lögregluna, hver eru viðbröðin? You stop doing it, Þá isn't verður maður að it? hætta að gera það sem maður er að gera. So the reaction we have towards this figure it depends on our actions, on how we are behaving. Þannig að okkar viðbröð við þessari manneskju þarna fer eftir hvernig við erum að hegða okkur. If I'm afraid of him, Ef ég er hræddur við hann, it's not because of him, er ekki vegna hans, it's because of of me. nema bara það er vegna mín, það sem ég geri. So we went through, let's go, how are we to worship God? Hvernig eigum við að þjóna Guði? And we see in Hebrews, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be taken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Þar sem við fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum við þakka það og þjóna Guði, svo sem honum þóknast með lotningu og ótta. Okay. And then, oops, he jumped. So, and then we see an example in Job 1, number 1. Sjáum við dæmi hérna í Job 1:1.
And we see that there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and who feared God and turned aside from evil. Og þannig sjáum við mann í Úslandi, hann hét Job, hann var maður ráðvondur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. I don't know if you remembered it the last time we speak. Was Job afraid of God? Var Job hræddur við Guð? No, Nei, he was not afraid of God. hann var ekki hræddur við Guð. Now it's interesting that then a couple of verses later, 8 and 10, Og svo í nokkru versum seinna, 8-10, and Jehovah said to Satan, og drottinn mælti til Satans. and this is interesting. I think I was talking with Vigdis Ég var að tala við Vigdísi that the Icelandic translation að íslenska þýðingin, it's a little bit better than some translations that I've read in Spanish and in on the King James. hún er aðeins betri heldur en þessu sem er frá spænsku og í King James útgáfinni. But sometimes we get the idea, the feeling that God is offering Job to Satan just to play around with him. Stundum getur fólk fengið þá tilfinninguna að Guð sé bara að bjóða Job til Satans og bara að leikta öllu með hann. But it says, and Jehovah said to Satan, Drottinn mælti til Satans, this is the modern King James version, þetta er Modern King James útgáfan, have you set your heart against my servant Job, because there is none like him in the earth? já, veitir þú athygli þjóni mínum Job því að enginn er hans líki á jörðu. Satan had already set his heart in attacking and destroying Job. Þannig að Satan var greinilega nú þegar búinn að veita Job athygli til þess að ráðast á hann. It was not God's idea. Það var ekki hugmynd frá Guði. And why did Satan had set his heart on attacking and destroying Job? Og af hverju hafði Satan ákveðið þetta með Job? Because he was a God-fearing man Því að hann var guðhræddur maður that stayed away from evil. og hann hélt sig frá illu. And he didn't like that. Og honum líkaði það ekki. Now, we just go very quickly through we review what are some of the benefits of fearing God. Hver er kosturinn við það að óttast Guð? It will give us wisdom and understanding. Og það mun gefa okkur visku og skilning. It will allow us to learn from him. Gera okkur kleift að læra af honum. It will encourage us to keep his commandments. Hvetur okkur til að halda boðorð hans. Will help us to be fair Hjálpar okkur til að vera sanngjörn. and just. It will help us to understand his covenant with us, Og við munum skilja sáttmála hans. and it will protect us. Og hann getur verndað okkur þegar við óttumst hann. Will lead us to the knowledge and the understanding of who God is. Mun leiða okkur til þekkingar og skilnings á því hver Guð er. It will keep us alive, Heldur okkur á lífi. will give us life, Gefur okkur líf, þessi Guðsótti. and it will help us listen to him and enables us and encourage us to give everything to him. Og það mun hjálpa okkur að hlýða honum og gefa honum allt. So, do you see any negative thing in these characteristics that the fear of God will give us? Sjáu þið eitthvað neikvætt við það það sem á við að óttast Guð? We would all like to have this, isn't it? Ég hugsa að við myndum öll vilja hafa allt þetta í okkar lífi. Okay, so what is to fear God? Og hvað er það að óttast Guð? And you can read it here in Proverbs 8:13. Og hér er þetta að sjá því orðskuðunum 8:13 að óttast drottinn er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Amen. Amen. So as much as we have to preach, we learn to know, as much as we have to preach the first angel's message and the second and the third with a loud voice, Alveg svo við þurfum að boðskap englana þriggja með hárri röddu, we also have to live it.
þurfum líka að lifa samkvæmt því. And we need to live it with even a louder voice, probably. Já, og lifa jafnvel með hærri röddu. There was something in the angel that John immediately saw. When he saw the angel, he saw the everlasting gospel. Það var eitthvað varandi engilinn sem Jóhannes sá. Það var eitthvað sérstakt við hann. Now, when people see us, do they see the everlasting gospel? Þegar fólk horfir á okkur sér það þannig eilífa fagnaðarboðskap. So once we have an understanding of the fear of God, Þannig að þegar við skiljum þennan Guðs ótta, logical consequence is to understand to give glory to Him. og þá eðlilegt að skilja þá hvað það að veita honum dýrð. You see, sometimes we focus so much in preaching Stundum einblínum við svo mikið á að predika, the first, second, third angels' messages, fyrsta, annað og boðskap fyrsta, annars og þriðja engilsins, that we forget about living it. og þá gleymum við kannski að lifa samkvæmt því. And I don't mean that we should not preach it, because I think it's very clear. Það The message is very clear, preaching it with a loud voice. er mjög skýrt að við eigum að predika það, But we have also to live it. en við þurfum líka að lifa samkvæmt því. And as we, probably some of you remember, we saw that the first angel's messages, I believe it was not only for us to preach it, but God gave us for us to understand it and live it. Já, þannig að boðskapu fyrsta engilsins var ekki bara gefin til heimsins heldur líka til okkar, þannig að við ættum að fara eftir því. So we see that the text says, fear God and give glory to Him. Og textin segir, óttist Guð og veiti honum dýrð. How do we give glory to Him? Og hvernig gefum við honum dýrð? We hear a lot, we know all of us, it's that, we are supposed to represent God's character to people. Við vitum að við eigum að endurspegla persónleika Guðs til annara. And then we know that when people see, and we have heard it very many times, that when people see Christ's character in us, Þegar fólk sér persónleika Krists í okkur, they will come to Christ. þá munu þau koma til Krists. But if we go to the Bible, Þegar við förum til Biblíunar, and we've tried to find the word character, og við leitum á orðinu persónleiki eða karakter, to study the character of God so we can be like Him, svo við getum kannað persónleika Guðs og orðið eins og hann, we won't find it very þá easily. munum við ekki finna það mjög auðveldlega. But if we go in Exodus 33, 18, 19, En ef við förum í aðra Mósebók, 33, 18-19, this is Moses talking to God, þannig Móses að tala við Guð, and he said, I will make my goodness pass before you. Oh, no. First it says, and Moses asks God, he pleads to God, please show me, let me see your glory. Já, Móses biður Guð að sýna sér dýrð sína. And then God says, I will make my goodness pass before you. Næsta að ég verða. Yes, ég vil láta Já, allan minn ljóma. Já, hann svaraði, ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér. I will proclaim the name of Jehovah before you. Og ég vil kalla nafnið Drottinn frammi fyrir þér. And I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have mercy on whom I will have mercy. Og ég vil líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. So, His glory Þannig að hans dýrð has to do something with His goodness and His name. hefur eitthvað með hans bara gæsku og hans nafn. Okay? So Moses asks him, show me your glory, and he says, I will tell you my name, and I will show you my goodness. Móses, hann segir, sýndu mér dýrð þína, og Guð segir, ég ætla að sýna þér góðvild mína. And then if we go few verses ahead, in chapter 34, 5-8. Og þá fyrir við 34. kaplan, Let me see if it's there. 5-8. And Jehovah came down in the cloud
and stood with him there. Og þá steig drottin niður í skýi en staðnæmdist þar hjá honum. And proclaimed the name of Jehovah. Og kallaði nafn drottins. And Jehovah passed before him and proclaimed, Jehovah, Jehovah God, Drottin gekk fram í honum og kallaði, Drottin, Drottin, merciful and gracious, miskunnsamur og líksamur, long-suffering, Guð, þolinmóður og gæskuríkur and abundant in goodness and truth, og harla trúfastur, sem keeping mercy for thousands, auðsýnir gæsku þúsundum, forgiving iniquity and transgression and sin, fyrirgefur misgjörður, afbrot og syndir, and who will by no means clear the guilty. en lætur þeirra þó eigi með öllu óhengt. So we can see here, Moses says, show me your glory. God says, I will tell you my name. We see that his glory has something to do with his name. Og Móses biður að fá sjá dýrðans og drottin kallar nafn sitt. And then we see God says, we see the characteristics of God's character. Og þannig sjáum við persónuleika Guðs. He's gracious, he's merciful, Hann þolinmóður, gæskuríkur, long-suffering, harla trúfastur abundant in goodness. og auðsýnir gæsku. He is forgiving, Hann fyrirgefandi and then by no means clear the guilty. og lætur þó eigi með öllu óhengt. That sounds like, very strong at the end. Það hljómar dálítið hart í But what does that mean? En hvað þýðir það? He is just. Hann réttlátur. So we see that God's glory Þannig að við sjáum að dýrð Guðs is his character. persónuleiki hans. Okay? Now, and this is, and I did it, and it's just amazing. They call it exegetical key. You know, when you go through the Bible, and every time you see the word glory in relationship to God or Christ, Þegar þið takið þetta orð glory sem tengist Kristi eða Guði og farið gegnum Biblíuna and you attached the meaning of character, og svo setjið þið við þessa merkingu persónuleiki, it's amazing. það ótrúlegt, It's so beautiful, mjög fallegt and it's so clear. og þetta mjög skýrt. Now, if we go to Isaiah 6:1-3, Við ferðum í Jesaja 6:1-3, no, 61 61 to 3, til 3, we see, arise, statt upp stendur, shine, for your light has come, skín þú því að ljós þitt kemur and the glory of Jehovah has risen on you. og dýrð drottins rennur upp yfir þér. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the peoples, but Jehovah shall rise on you, and his glory shall be seen on you. And the nations shall come to your light. Sjá myrkur grúfir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum, en yfir þér upp rennur drottin og dýrð hans birtist yfir þér. Þjóðurnar stefna á ljós þitt. So, when the glory of God is on us, when his character is on us, then the nations will come to us. Þegar dýrð drottin skína okkur, þá munu þjóðurnar koma til okkar. Now, according to the verse, where is the light coming from? Hvaðan ljósið að koma samkvæmt þessu versi? From God. Frá Guði. So the light does not come from us. Ljósið kemur ekki frá It okkur, comes from him. það kemur frá honum. So God, in reality, God does not expect us to shine as bright as his son, but he expects us and desires us to shine as hard as we can, Já, hann ætlast ekki because til he is þess að giving us that light. Hann ætlast ekki That til að character. við séum að gefa sama ljós og Guð heldur reynum okkar besta til þess að endurkasta hans ljósi. Now, I didn't put it in English, but Vigdis, in Icelandic, but Vigdis will translate it. So we saw it in the Bible that God's character, glory is his character. Now we can see it from the writings of Ellen White. We see it in Review and Herald,
Þannig að við sjáum að í Biblíunni kemur fram að dýrð drottins semst hans persónleiki. It is his righteous character that constitutes the glory of God. Það hans persónleiki réttlætis sem constitutes, sem að sem sagt dýrð Guðs. Okay, so if we understand that his glory is his character, Ef við skiljum að hans dýrð hans persónleiki and when his character is, revealed in us, og þegar að hans persónleiki kemur fram í okkur, people will come to him. þá kemur fólk til hans. So how do we do that? Hvernig gerum við þetta? If we go to 2 Corinthians 3:18, Ef við förum í 2. Korinthubréf 3:18, again here in the Icelandic translation we were having a little bit of problems with this, but I will read it in English. það var smá vandamál með þessa íslensku þýðingu hvað þetta vers varðar. Ég ætla að lesa þetta á ensku. And then Paul, he was talking about Moses in the previous verses, how he was veiled, and now he's talking to us, and it says, but we all, Fyrst var hann að tala við Móses og nú talar hann til okkar. but we all, with our face having been unveiled, En, já, Lóla stóð. yeah, I will read it all, but we all, with our face having been unveiled, I don't know if you catch, I think it says like just discovered in Icelandic, uncovered, but the word is unveiled, having beheld the glory of the Lord, as in a mirror, are being changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Já, en allir við sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð drottins myndumst til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Þetta gerir andi drottins. Okay. So, we have to be beholding. I don't think you can see it in the Icelandic translation, but it is there in the Greek. We have to be beholding. Við þurfum að vera að horfa á hann. So, are we going to be just magically transformed? Munum við breytast bara fyrir svona einhverju töfrabragð? Or we have to do something? There is something we have to do. En það eitthvað sem við þurfum að gera? Yes, there is something we have to do, but it's very simple. En það mjög einfalt sem við þurfum að gera. We just have to be looking at him. Þurfum að líta til hans. And then we will be transformed Þá munum við myndast from traces of our character to traces of our character, little by little. Já, frá dýrð til dýrðar. Það okkar persónuleiki að vera bætast smátt og smátt. And the interesting thing is that the word that it uses here to be transformed is, in Spanish makes a lot of sense because probably for you also it's metamorphosis. Já, það sem notað á spænsku metamorphosis, hérna kallað myndun. It's the Greek word metamorphos, Þetta gríska orðið metamorf, which means, like transformation, it's not like this, eitthvað sem gerist smátt og smátt, en náttúrulega like a caterpillar. eins og fiðrildið sem að fer í gegnum visst ferli til að breytast. But it transforms from one thing to completely another thing. En það eitthvað sem breytist frá einum hlut yfir í eitthvað allt annað. It's like, but it is a process of metamorphosis. Já, þetta svona ferli breytingar. So how do we do it in a practical way? Já, hvernig gerum við þetta á How praktískan does hátt? this happen in a practical way? Hvernig gerist þetta á praktískan hátt? John 2:11. Jóhannes 2:11. It says, I will read it all. This is right after Christ performed this. He changed water into wine. Þetta stutt eftir það að Jesús breyti vatni yfir í vín. This beginning of miracles Jesus did in Cana of Galilee, and it revealed his glory, and his disciples believed on him. Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jesú í Kana í Galileu
og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. So as Jesus was performing acts of miracles, acts of mercy, of compassion, Þegar Jesús var að gera kraftaverk og sína gæsku sína, what was Christ revealing? hvað var hann að opinbera? His character Persónuleika, towards people. gagvart fólki. And sometimes some people think that he made this miracle just because they didn't have anything to drink, but we see, for example, En sumir halda að hann hafi bara gert þetta kraftaverka því að fólk hafði ekki eitthvað að drekka. in Desire of Ages, En í þráaldana, it says, his power was put forth to add to the joy of the wedding feast. já, þessi kraftur kom frá honum til þess að bæta við gleði brúðkaupsins. Thus he showed his sympathy with men Og þarna sýndi hann, hvað segir hann aftur, sympathy, samúð með mönnum and his desire to minister to their happiness. og hans löngun til þess að koma á móts við þeirra hamingju. He wanted to serve people. He wanted to do good things for people. Hann vildi þjóna fólki og gera góða hluti fyrir Now, fólk. we go quickly. In Luke 13:13, Já, Lúkas 13:13. and he laid his hands on her, and instantly she was made erect, and she glorified God. Þá lagði hann hendur yfir hana og jafnskjótt réttist hún og lofaði Guð. And then we go to 1843, Og í 18. kafla, 43. versi, and immediately he received his sight jafnskjótt fekk hann sjónina and followed him, glorifying God. Oh, And when they saw, all the people gave praise to God. og hann fylgdi honum og lofaði Guð, en allt fólkið sá þetta vegsamaði Guð. When they saw, all the people gave praise to God. Og þegar fólkið sá, þá vegsamaði það Guð. So we see that Christ performing miracles was revealing his character, Þannig að Kristur, þegar hann var að framkvæma kraftaverk, var hann einfaldlega að sýna persónuleika sinn. so his glory Hans dýrð is equivalent to his character. það sama og persónuleiki hans. Now, was he performing these acts of kindness and love and sympathy Var hann að sýna þessa gæsku og samúð because he was trying to earn something from his father? og þegar hann var að vinna sér inn eitthvað stig hjá föður sínum? Was he trying to be saved? Var hann að reyna að frelsa sjálfan sig? No. Nei, It was just a natural revelation of his character. það var bara eðlileg endurspeglun hans persónuleika. So when we do Þannig að þegar við acts of mercy, acts of compassion, erum góð við aðra og sýnum samúð, it has nothing to do with our salvation. hefur ekkert með okkar frelsun að gera. It's God's desire that it should be just a natural revelation of his character Guð vill að þetta sé náttúruleg endurspeglun af hans persónuleika towards people. til fólks. You see, let me skip some. This is me, born in 1971. Þannig ég 1971 nýfæddur. You see no ending because I'm planning to live very long, I hope. Já, þið sjáðu engan endi því ég er að reyna að lifa mjög lengi. In 2003, 2003 I accepted Christ back as my Savior. I did when I was a kid, but ég tók Jesú Kristinn í mitt líf sem minn frelsara. Ég hafði líka gert það sem barn en hafði glemt því. If I would have died here, Ef ég hefði dáið þarna, I would have gone. I'm sure God would have resurrected me at his second þá er coming. ég vissum ég hefði farið til himna þegar ef hann hefði komið þá. There is absolutely nothing I could have done or I can do after this Þá to hefði ekki, improve my relationship, my salvation from God. já, ég hefði þess að stáið þarna þá hefði ég frelsast og ég hefði ekki geta eftir það sannað það að ég væri sannur lærisveinn.
After that, I didn't die, obviously. He didn't. He Þið sjáu það, decided to ég dó let me ekki. live. Hann leiði mér að lifa. 2004, I got baptized. 2004 var ég skírður And then he said, Adrian, I want you to og hann sagði við mig, Adrian, ég vil live a more abundant life. að þú lifir lífi sem að meira fyllt af gnægð. And God has given me a beautiful life and opportunity since then. Og Guð hefur gefið mér líf og fyllt af tækifærum síðan þá. And my point is that Það sem ég að segja God is calling us Guð að kalla okkur to glorify Him. til að sýna dýrð hans út á við. It's very clear in the first angel's messages. Það mjög skýrt í boðskap fyrsta engelsins. And how do we glorify Him? Og hvernig gerum við það? By revealing His character. Með því að endurspegla hans persónleika. And His character is to love, to care, to tend for people. Persónleiki hans að sýna kærleik og huga að þörfum fólks. Not because we have to do it or because it's something Ekki að því við verðum að gera það. that will help us to get in His good side, Og ekki að því að það myndi hjálpa okkur að vera eitthvað flottar í hans augum. but because En vegna because þess að it's a natural reflection of His character. þetta eðlileg endurspeglun á hans dýrð og hans persónleika. As He was on the cross, He said, Þegar var á that krossinum, now His Father character was revealed through Him, and He was revealing His Father's character. og hann sagði nú persónleiki föður míns endurspeglaður og And obviously He used minni the hans. word glory. It uses the word glory. Hann notaði orðið dýrð. And I guess my point is, Það sem ég að reyna að segja do we feel this ache when we see people around us that need salvation, that need help? verkjar okkur þegar við sjáum fólk í kringum okkur sem þarf að hjálpa að halda og þarf að frelsun að halda. Can they see the glory of God in Seventh-day Adventists? Sér það dýrð Guðs í 7. dags aðventista. Can they see the glory of God in our lives? Sjá þeir dýrð Guðs í okkar lífi. And honestly, when every time I have the chance to talk to preach, Hver skipti sem ég fæ tækifæri til að predika að tala hérna uppi, I'm literally talking to myself. þá ég að tala við sjálfa mig. Because it's very easy to say all these things and to know all these things. Það alltaf svo auðvelt að segja þessa hluti og vita þá. And I praise God because as Seventh-day Adventists, we know a lot of things. Og ég lofa Guð fyrir það að við sem 7. dags aðventista, við vitum mjög margt. But as much as we have to preach this message, En alveg eins og við þurfum að predika þennan boðskap, we have to live this message. þá þurfum við líka að lifa boðskapin. And, there is a whole world, there is a whole city, Reykjavik, Það heil borg, Reykjavík, desperate for Christ. sem hefur mikla þörf fyrir að heyra Krist. They need what we have. Þau þurfa á því að halda sem við höfum. We need to bring it to them. Og við þurfum að fara með þetta til þeirra. And through that, we will be glorifying God. Og með því þá erum við að gefa drottni dýrð. So whatever your ability is, Þannig að hvaða hæfileiki sem þú hefur, I've been blessed with sharing with people about health because that's what I know to do. ég hef verið blessaður að geta talað til fólks heilsu, því það er eitthvað sem ég get gert. But I will preach if I have to. En ég mun predika ef ég þarf. I will clean their homes if I have to. I will Ég get give Bible studies. þrifið heimilegra ef ég þarf eða lesa með þeim í Biblíunni. Whatever is in your hand, whatever is at your reach, whatever your ability is, Hvað sem í ykkar valdi og hvað það sem þið geti gert, use it for the glory of God. skulu nota það til dýrðar Guðs. Whether you eat or drink or whatever you do, Hvort sem þið etið eða drekkið eða hvað sem þið gerið,
use it for the glory of God. Geri það Guði til dýrðar. Last time I had the chance to talk to you and we were talking about fear. Síðast þegar við talaði til ykkar þá töluðum við ótta. I asked you to pray for me and to pray for the people next to you, and I know some people are still praying for me, they have told me. Og ég baði ykkur að biðja fyrir mér og biðja fyrir hvora öðru. So Og ég veit að sumir enn að biðja fyrir mér. I would invite you this morning again Þannig að ég vil bjóða ykkur í dag aftur to take another 5-6 months og taka kannski næstu 5-6 mánuði to pray for me, til að biðja fyrir mér. so I would be able to live what I'm sharing with you, Svo ég geti lifað samkvæmt því sem ég að deila með ykkur. and to pray for the person that is sitting next to you for the next months, Og biðja fyrir manneskjunum sem situr við hliðina á ykkur næstu 6 mánuðina. that through his or her life, Að gegnum hennar eða hans líf God may be glorified. geti Guð verið gerður dýrlegur. Take a good look. Would you like to do that, to pray for the person next to you? Myndið þið vilja biðja fyrir manneskjun sem The situr við woman or hliðina? the man, the child, the Manni eða young barni man eða konu that is next to you, sem er við hliðina á ykkur. and commit to pray so he or she will be able to glorify God. Og taka það ákvörðun að biðja fyrir þeirri mannsku svo hún geti sýnt dýr Guðs út af við. Would you like to do that? Myndið þið vilja gera það? Who would like to pray for me? Hver er biðja fyrir mér? Amen. And please turn to the person next to you, or as we are eating after the service, and let them know that you will be praying for them. Og þið skulu snúa ykkur til þeirra sem situr við hliðina á okkur eða ykkur sem þið eru að borða með og þið geti látið þá vita að þú ert að biðja fyrir þeim. Because without him, Án hans, remember, the light comes from him. ljósi kemur frá honum. So I would just like to finish with a short prayer. Þannig að ég ætla að ljúka með stuttri bæn. Dear Father in heaven, Kæri Faðir á himnum, I thank you very much for your word. ég vil þakka þér fyrir þitt starf. I thank you for the perfect revelation of your character through Christ. Þakka þér fyrir þessa opinberun á þínum fullkomna persónleika í gegnum Jesú. And I pray, Father, that through the light that he shines on us, Og ég bið Faðir fyrir því ljósi sem skín á okkur, we will be able to reveal your glory to Reykjavik að við getum endurspeglað þá dýrð til Reykjavíkur, and Iceland and beyond. Íslands og út allt. Father, I ask you to work in our lives, Ég bið þig að vinna í lífið okkar, to remind us to every day the people that we have commit to pray for today, mynd okkur á í dag fyrir öllu því fólki sem að við munum biðja fyrir and that we as a church og við sem kirkja will be able to reveal your glory. munum geta endurspeglað þína dýrð. I pray in the name of Jesus Christ. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Amen.